Það er 50 dagur í dag, 29. október, november rétt handa við hornið. Það er samt sem áður, hlýtt og gott úti. Bragi Bjarnason frá sveitafélaginu Árborg er komin til mín. Sætablasaður. Sælir. Það er hlýtt og gott. Það er ótrúlega hlýtt úti. Það er ekki ótrúlega vetrarlegt núna. Nei, hegilega ekki. Á sama tíma fyrra var orðið allt hvítt. Já, þetta er þægilegt, milt og fínt. Já. Svo kemur snjórinn allt í þinn. Já, það getur verið en ég var nú að lesa samt frétt í gær að veðurfræðingar spá mjög mildum vetri. Aha, já. Ok. Það getur nú. Gott mál. Já, það er gott líka. Sumir segja, Já, nákvæmlega. Sumir vilja bara fá snjó þegar það er vetur og sumar þegar það er sól. Það er eiginlega betra, annarkvort er snjór eða ekki. Það er eiginlega betra. Þetta slapp og leðið, það er mjög leðilegt. Já, algjör viðbjóður. Maður vil að losna við það. Það er alltaf á snjóin. Já. En við látum veðrið bíða aðeins. Við ætlum að fara í þessa helgi sem er framundan. Já, það er alveg stór helgi. Við erum með síðasta menningakvöldið okkar í októbermánuði. Já, hvernig hafa síðustu helgar verið? Bara rosa fínar. Bara þakka fólki fyrir að sýna þessu svona mikið áhuga á að mæta. Góð mæting. Já, búið að vera fín mæting á alla viðburði. Enda þeir svona fjölbreyttir og skemmtilegir. Þannig að allir hafa svona fundið sér eitthvað greinilega við sitt hæfi. Það er svolítið stórt núna þessi menningaviðburður og það er fyrirtækið Höfn. Já, þetta er svona einn af stærri viðburðunum í mánuðinum og við erum svona Hótel Selfoss annað kvöld klukkan 8:30 og það er semst fyrirtækið Höfn, sláturhúsið og verslunin sem var hérna á Selfossi og það verða vídeóviðtöl og það er sagan rækin í mál og myndum og svo ætlar hann Þorvaldur Halldórsson að koma og syngja fyrir okkur. Já. Þannig að þetta er bara flott kvöld og nokkra svona nákvæmlega og svo nokkra svona lifandi frásagnir frá fyrirvændi starfsmönnum og börnum þeirra og þannig að við svona erum að ná sem flestum vinklum á starfseminni. Vonandi ná sem flestum. Höfn er auðvitað eitthvað sem margir muna eftir og eiga mjög góðar og skemmtilega minningar frá. Ég hugsa það. Bæði verslunin og sláturhúsið. Já. Maður telur sér ekki verið það gaman að maður man eftir versluninni sko. Nei. Maður sá hann alltaf þegar maður keyrði við brúna. Já. Nákvæmlega. Og kom nokkru sinnum inn í hann. En þetta er annað kvöld klukkan? Þetta er annað kvöld klukkan 8:30 á Hótel Selfoss og þetta er síðan orðið svona smá hluti líka af safnahelgin á Suðurlandi sem er núna um helgina. Já. Þannig að við erum með ýmislegt í gangi hérna í kringum hana og svona á þessu svæði. Við erum náttúrulega íslenski bærin og Tryggja list sem er í Flóanum eru náttúrulega með okkur í þessu. Já. Og hérna svo þetta menningakvöld. Síðan er náttúrulega bókasafnið með viðburð um helgina. Já, og gott ef ég las ekki í Sörlensku fréttum í gær að það er eitthvað svona Halloween þema um helgina. Jú, það er akkurat það. Þannig að þeir sem eru fyrir það geta kíkt og séð bækur og annað svona sem tengist þessu. Já. Og það verður eitthvað í boði þetta á laugardaginn. Síðan er náttúrulega Fiskisetrið með opið á laugardaginn milli 1 og 4. Já. Og þar verður skák af dýraríkjarðinu, ég horfði það þannig. Það verður bankaskák. Já. Þar sem fulltrúar Íslandsbanka, Arion og Landsbankan ætla að tefla í útitablinu þetta fyrir utan klukkan 2. Það er rándýrt. Það er rándýrt. Þannig að það er alveg tilefni. Í sparifötunum? Væntanlega. Nema að það verið komið snjór. Já, það er aldrei að vita. Þannig að það verið klukkan 2 á laugardaginn. Ertu búin að prófa útitablið? Ég er ekki svona að prófa það en ég er svona búin að horfa inn á skákarnan daginn og þetta er flott. Þetta er rosa flott. Nákvæmlega. Þetta er gaman að hafa þetta hérna við aðalgötuna. Væntanlega gaman að tefla þarna í góðu veðri. Já, það verður næsta sumar. Við tökum inn að skáka. Já, ok. Er ekki? Það er bara án. Nákvæmlega. Herri þarna, svo er veiðisafnið opið og Draugasetrið og Álfa og Norðurljósasetrið og svo húsið á Eyrarbakka. Þannig að þetta er svona, við erum að fókusa alltaf núna á safnahelgina á söfnin. Þetta hefur oft verið alveg bara fjöldi viðburða og stundum kannski of mikið. Já. En núna er verið að fókusa á söfnin og fólk hefur ekki komist yfir þetta? Nei, og þetta verður svona stundum með svona less is more. Já. Þannig að þetta er bara mjög flott dagskrá fyrir helgina og allir svona safna unnendur ætti að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Þetta er frábært. Þannig að bara hvet fólk til að vera vakandi fyrir þessu og þetta er langmest að ná í upplýsingar inn á Facebook. Það er langmest af upplýsingarna þar. Já, það er bara safna helgin á Suðurlandi. Já, algjörlega. Eitthvað íþróttir helgina eða eitthvað annað sem við erum að gleyma? Já, maður veit kannski svona koma því áður við fyrir íþróttina að þakka fólki hérna á svæðinu fyrir hvað foreldrar svona grunnskólabarna hvað eru duglega að mæta á fyrirlestra og annað sem hefur verið að halda fyrir þau. Já. Búið að vera núna 2 súpufundir og fyrirlestur núna í október og mjög góð mæting á það báða og við viljum bara þakka fyrir það og vonandi að foreldrar haldi áfram að mæta því að við byggjum þetta samfélag saman og þar eru börnin okkar grunnstoðunar. Já. Og síðan núna í nóvember verður mjög flottu fyrirlestur með honum Hermanni Jónssoni
einelti og samskiptana þetta semst faðirinn hennar Selmu sem hefur verið mikið í sviðsljósinu að tjá sig einelti sem hún orðið fyrir. Já. Þannig að mjög flottu fyrirlesari og hvet fólk, þetta var auglýst nánar þegar hann nær dreifur. Já, algjörlega og líka það að þegar það verið að halda svona flotta fundi að það svona gerir maður ráð fyrir því að fólk mæti. Já, manni finnst það eiginlega. Maður vill gera það sjálfur og maður ætlast til þess að það gera það líka. Og eins og segir að það frábært ef að það að vera svona pínu vakning fyrir þessu að mæta á fundi og... Já, við finnum mun á því og fólk má bara alveg fá hrós fyrir það líka. Algjörlega. Síðan náttúrulega bara svona í skólamálunum ýmislegt svona skemmtilegt í gangi. Við erum alltaf að vinna í svona læsisverkefnum og heldur svona bara ekki að nefna en við meðum alveg hrósa líka skólanum okkar fyrir svona verkefni sem við erum að taka þátt í. Þetta eitt af þeim. Já. Og einn leikskólinn okkar fékk velun fyrir svona verkefni sem erum með Lubba, svona talverkefni og fara til lesturinn. Frábært. Þannig að við getum alltaf gaman að hrósa líka. Það nefnilega má ekki gleyma því. Nei. Og síðan náttúrulega annað bara frábært hvað að tekið vel í opna íþróttíman hjá okkur síðasta sunnudag. Já. Var þarna fullt af börnum og foreldrum að leika sér saman. Þannig að þetta klárt mál, þetta komið til að vera. Þannig að næsta opnun verður núna 8. nóvember. Þannig að bara hvet fólk til að halda áfram að mæta. Og þarna geta fjölskyldur komið og bara handbolti, körfubolti, eitthvað bara leika sér eitthvað. Badminton og ringur og bara leika sér saman í íþróttahúsunum, klifra í kaðlunum og eitthvað svona og þetta var rosa gaman að horfa á þetta. Það var allir að gera eitthvað, bara svona með sjálfum sér og sumir auðvitað saman. Þannig að aðeins að gleyma sér. Nákvæmlega. Og bara jákvæmt að fólk sé að hreyfa sig. Algjörlega. En að kapplingunum, það náttúrulega leikirinn helgina, byrjar í kvöld náttúrulega með Suðurlandslag í körfunni, FSU Þór. Já. Hérna á Selfossi. Þannig að það er 6 ár síðan þessi lið mættu síðast í eftir þannig að þetta og nokkri leikmenn hann sem mættust á, þannig að þetta verður flott. Þetta verður hörkuleikur. Bæði lið búin að fara bara þannig lagað ágætlega á stað þó að sé misjöfn stig á söfnunni. Já. Og síðan kallalið Selfoss í handboltanum að mæta IH á morgun, klukkan 7:30 í Vallaskóla. Já. Og Mílan að spila úti við Þrótt og svo Selfoss-stelpurnar að spila út á laugardaginn við IR, þannig að við getum bæðið hort á hérna og fyllt liðanum okkar aðeins út líka. Það er nóg um að vera. Já, alltaf eitthvað. Íþróttir, safnahelgi, menningarviðburður og menningarviðburðinni má finna þennan árborg.is eða ekki? Jú, það er sérstaklega hérna kvöldið og við erum að setja inn meira safnahelgina. Já. En þessi, gagnvart safnahelginni mæli ég eindreið með Facebook síðan, það kemur alltaf nýjasta inn þar. Frábært, Bragi, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, góða helgi.